20. Bjúgnakrækir fær óvænta hollustu. Hvað sagður aftur að væri uppáhaldsmaturinn þinn? Spurði Jósi litli á miðvikudegi örfáum dögum fyrir jól. Þú veist það alveg, sagði Kalla. Pulsur eru uppáhaldsmaturinn minn. Ég veit alveg að þið á neðri hæðinni borðið aldrei svínakjöt. En veistu hvað? Mamma var að segja mér að það er ekki endilega bara svínakjöt í pulsum. Pulsur eru úr alls konar. Stundum eru þær meira að segja úr hænsnakjöti. Oj, sagði Jósi, því honum fannst pulsur ógeðslegar. Alveg sama hvernig kjöt var í þeim. En af hverju varstu annars að spyrja að þessu? Af því að jólasveinn dagsins heitir Bjúgnakrækir. Og hvað með það? Hann krækir í og étur allar pylsuna hennar. Nei, Bjúgnakrækir krækir bara í bjúgu. Bjúgu eru allt öðruvísi. Mér finnst bjúgu alveg ferlega ógeðsleg. En bjúgu er gamalt orð yfir pylsur. Æ, auðvitað, hrópaði Katla, því nú mundur þetta líka. Bjúga var gamalt íslenskt orð yfir grófar pylsur. Bjúgnakrækir ætlaði örugglega að éta allar pulsur sem til voru í Reykjavík bara til að hrekkja íslenska krakka. Finnst þér bara pulsur góðar? Spurði Jósi. Nei, alls ekki, ég borða alls konar mat. Þú ert sem sagt alæta, en ég held að Bjúgnakrækir sé ekki eins og þú. Ég held að hann borði bara pulsur úr dýrakjöti og hann finnst allt sem er hollt örugglega mjög ógeðslegt á bragðið. Það er áreiðanlega alveg rétt hjá þér. Og nú vissu börnin hvað þau áttu að gera. Katla tæmdi sparibaukinn sinn og svo fóru þau og keyptu gulrætur fyrir allan peninginn. Kvöldið læddust þau inn í sjoppunar í hverfinu og settu gulrætur í potta í staðinn fyrir pulsur þegar enginn sá til. Þegar Bjúgnakrækir kom svo að pantaði sér pulsu með öllu, fékk hann mauk svona gulrót með tómatsósu og remúlaði og hráum lauk í pulsubrauðið. Þetta þótti Bjúgnakræki svo ógeðslegur réttur að hann flúði til fjalla og sóra kom ekki aftur til Reykjavíkur þessi jólin.